Góðan daginn, kæru vinnir, og velkomin í hús. Við erum mætt hér til þess að eiga stund með lifandi uppreisnum Jesú og til að fræðast elítið af honum. Við höfum heyrt svo sem nóg af fræðslu frá hvoru öðru og höfum nú komist að því svona gegnum tíðina að það er nú ekkert allt að halda, þó sumt að því sé ágætt og allt það, en þá er nú ekki allt að halda. En það sem að Drottinn segir, hvort sem er í dag eða var í gær, því getum við treyst. Og við eigum að nota það sem betra er vegna þess að það er betra. Þetta eiga nú að vera svona mælisteikurnar okkar, meira kannski en oft áður, því við þurfum á þeim að halda. Aflið sem við þjónum, Jesú aflið, eru viska leið sem vill leiða mannin réttan veg sannleikans. Já, það er eðlilegt að menn spyrji hvað er sannleikur. Því að það er svo margt sagt, það er svo mörgu og miklu moldviðrunu þyrlað upp og það er verið að slá ryk í augu fólks fram og tilbaka með alls konar yfirlýsingum sem ekki aðeins ganga á milli manna, heldur eru yfirlýsingar sem í raun og veru eru að dreifa sér allan heim. Og sjáum til að mynda, skoðum til að mynda áhyggjurnar sem fólk er að hafa af svo mörgu í heiminum. Og það er verið að sannfæra fólk æ meira það að sé valt að því að ástandið í svo mörgum málum er eins og það er. Og vissulega er fólk valt að mörgu, það er rétti á þér og rétti á okkur og rétti á þeim sem að halda þessu fram. Og við erum að benda á mengun, við erum að benda á loftslagsvá, við erum að benda á þetta, við erum að benda á hitt og svo sem óþarf að vera að gera neitt lítið úr því sem er að gerast, og enda gerir það engin maður. En hitt er ósannað af hversu öldum til að mynda þessar loftslagsbreytingar eru. Ég get sagt ykkur það að loftslagsbreytingar og veðurbreytingar eru ekkert nýjar á nálinni. Ef þú lest til að mynda Biblíuna sem er mörg þúsund ára rit, þá verður að lesa þetta þar sem að land skrælnar, skepnur og menn hrundu niður úr hungri, og þetta var fyrir árþúsundum. Við erum ennþá með þetta hjá okkur. Og er það eitthvað meira núna heldur en hefur verið til að mynda hér á Vesturhveli? Já, mælingar segja það, já. En eru við, ég og þú, að merkja þetta svo mjög bara á daglegu lífi okkar? Höfum við ekki öll lifað sólskinsdaga og hryssingsdaga í veðri? Já, segiði mér hver munur er núna og hefur verið. Ég get svo sem alveg viðurkennt það bara frá því að ég var krakki einhvern veginn finnst manni það vera í minningunni að það sé svona oft hærra hitastig í landinu núna en var þá. Það var mjög sjaldgæft samkvæmt því sem maður mann að hiti á Íslandi færi yfir 20 stig. En það er mjög algengt að hiti sé þar á sumrum, en afar sjaldgæft fara hann upp í 30 stig sem gætur alveg gerst, en það er yfirleitt og alltaf svona bara eitthvað skammvinnt dæmi. Og við höfum lifað rigningarsumar. Við höfum lifað tíma þar sem
ár flæddu yfir bakka sína. Og ég hygg að Íslands sagan sé meira og minna skráð þessu, en kannski meira núna vegna þess að við erum búin að haga málum þannig hjá okkur að það er búið að þrengja svo að sömum fljótum að þessir gömlu árfarvegir að þeim hafi verið beint í ákveðnar áttir og svo sem er allt í lagi svona yfirleið, nema þegar að koma þessar miklu ofankomur og vatni fer fram og það bara fer fram og það bara býr sér þá til nýja leið til þess að koma til sjávar. Að því við erum búin að þrengja svo mikið að sömu. Þetta er nú hyggjuvit mannsins. Þetta er eitthvað það sem við þurfum að búa við, en ég tek ekki undir það að ef við gerum ekki eitthvað núna með grilljónum peningum úr ríkissjóðum, þá sé þetta búið. Bara aldeilis ekki. Þarna kemur huggarinn inn í, sem er orð Guðs, og það er að gefa inn í fyrirheiti til framtíðar. Það eitt getur gefið fyrirheiti inn í framtíðina, því að Drottinn, hann er leið framtíðin. Hann er nútíðin og hann er leið framtíðin. Hann veit hvar ég verði eftir 10 ár eða hvort ég verði hérna eftir 10 ár. Hann veit það. Ég veit það ekki. Ég veit að ég er hérna núna og gera þetta verk sem ég er að gera núna, en hann veit allt hitt. Og sjáu ekki viskuna í því að horfa bara til hans. Hann segir sjálfur að hann muni hugsa velferð mína. Velferð mína. Hann er ekki bara að tala mig, hann er að tala þig líka. Og við erum að tala hann sem er framtíðin, sem veit allt hvað gerist í framtíðinni. Og hann talar svona, ég mun vel fyrir sjá. Akkur segir hann þetta? Ætli sé ekki vegna þess að áhyggjuboltinn ég á það til að fara með huga minn og hjarta mitt og hugsanir út í einhverja áttir sem ég ætti aldeilis ekki að gera. Og ég, eins og allir hinir, sé að það verið að reikna alls konar út, alls konar framtíðarspár, fólksfjölgun og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta eru bara spár, þetta eru bara einhver líkinda reikningur fyrir menn að fara eftir langt fram í framtíðinni. En samt viðurkennum við, svona í einhverju skapi sem við erum í, að enginn viti neitt morgundaginn. Og þetta er bara staðreind. Við vöknum inn í þennan yndislega dag. Hvað vitum við hvernig það verður að kvöldi dags, fyrr en kvöld dags er komið? Ekki neitt. Þú getur hitt æskufélaga eins og þú hefur ekki hitt í hálfa öld í dag. Þú varst aldeilis ekki að gera ráð fyrir því, en það var það sem rak á þína fjörur. Þetta veistu þegar að kvöld er komið, þar að segja, ef að þetta hefur átt sér stað. Við sjáum hvað það er mikill akkur í fyrir okkur, þetta fólk, að lifa undir náð og miskunn Drottins, og hann líka býr svo hnúta að þú lærir að treysta honum, þú lærir að treysta honum æ betur, en ert vegna kraðaksins í kringu þig meðfram þessu með augun á einhverjum spádómum sem að heimurinn er að setja fram. Það er nú bara þannig í dag að þetta er svo nálægt okkur, þetta er allt í kringum okkur, að ég tel að það sé í raun og veru útilokað að setja þetta allt í hliðar við sig. Við lifum á þeim tímum, en
þá skulum við vita það að við eigum til þessa skilvindu sem heitir orð Guðs, sem við skilja það frá sem skiptir máli, hinu sem skiptir ekki máli. Í raun og veru, það getur vel verið fyrir einhvern að sé gaman að heyra pælingamann hvað verður á morgun eftir 100 ár, en hvaða vit í slíkum pælingum? Með það uppi að við vitum ekki hvernig dagurinn verður að kveldi, bara þessi dagur. Og þetta bara borðleggjandi dæmi. Og við vitum það líka að það ekki alltaf sem þessar spár, þessara flottu manna og kvenna sem spá eru að standast. Það bara aldrei ekki þannig. Hvað stendur þú eftir? Ég sem manneskja og get ekki annað, en ég þessi manneskja á Jesú í hjarta mínu. Það stendur eftir. Já, orð Guðs í hjarta mínu. Og það talar, eins og það hefur alltaf gert. Og það eru fyrirheiti. Sum af þessu fyrirheitum eru komin í uppfyllingu. Þau eru bara með okkur í dag. Önnur fyrirheiti hafa ekki ennþá ræst og þau eiga þá eftir að koma. Orð Guðs áreiðanlegt, það segir það sjálft. Akkur ég þá með áhyggjur af því hvernig þetta verði hérna í heiminum? Ég ætti bara að hafa áhyggjur af því að ég geri rétt verk í dag. Ég hefði mig sómasamlega í dag. Ég sé vingjarnleg manneskja við annað fólk í dag. Er það ekki það sem við þyrftum að hafa meira áhyggjur af en eitthvað sem við hvort ráðum ekkert við? Svo fyrir utan það svo margir lausir endar í þessu sem við erum áhyggjur af að við vitum hvorki upp niður í einu eða neinu. Og við tökum undir með Pílatus sem sagði, hvað sannleikur? Þetta klassísk spurning. Og hún komin vegna alls kraðaksins sem í kringum okkur og við erum að hleypa að okkur í gegnum allt og ekki neitt. Og við spyrjum og segjum hvort þið annað, byrju hverju á maður að trúa? Okkur vantar skiljuna. Og skiljan trúin á Jesú Krist. Hann tekur á oss öllu, hann segir, þér eruð ekki lengur í heiminum. Og hvað merkir það? Þér eruð í Guðs ríki. Og það hefur ekki breytt sér. Það engar vangaveltur hamfara hlýnun. Það engar vangaveltur annað en að uppljóka drottni fyrir mér. Það eina vangaveltan og einu vangavelturnar sem þú lest þar. Og svo má spyrja, hvað viljum við? Hvernig viljum við hafa þetta? Og hvað á ég sem trúi á Jesú Krist, veit að hann svarið ekki bara fyrir mig heldur alla, að segja við fólk? Á ég að taka undir áhyggjurnar með því að þetta sé alltaf fara bara, þetta sé að vera búið? Ég vil uppörfa fólk. Og ég að segja sannleikan þegar ég segi að drottinn verður. Hann öruggur, hann áræðanlegur, hann hefur talað til framtíðar. Og ég segi, það sem hann hefur sagt mun koma, sé það ekki komið, þá mun það koma. Þetta stendur gegn einhverjum spám að ef við gerum ekki eitthvað strax, þá sé þetta bara allt farið. Hvers slags fréttaflutningur þetta? Og hvað þetta að búa til? Ótta, kvíða, hræðslu, ekki bara á einhvernum einum stað, þetta út allan heim í dag. Við verðum að taka á þessu, segjum við. Við köllum það í dag græna byltingu, en þetta ekki eina byltingin
sem að hefur verið gefið nafn. Þær hafa margar komið og þær hafa risið. En hvar eru það núna? Þær eru horfnar meir og minna. En svo megum við ekki gleyma því í sambandi við þessa mengun og allt þetta. Það hefur verið gerð stór átök í alls konar hreinsunum og betrum bótum og við bara ef við förum hálfa öld aftur í tíman þá sjáum við allt annað á svo mörgum stöðum. Þegar ég drengur í Hafnarfirði þá voru til að mynda öskuhaugarnar þar, þessu var öllu sturtað í sjóinn. Öskubíllinn, svo kallaður, hann bakkaði að ákveðnu stað og þar sturtaði hann og hafið var bara fyrir neðan. Svo kom flóð, svo kom fjara og þá hreinsaði þetta svæðið sem ruslabíllinn var að koma með. Og hvert fór þetta? Þangað sem það gat farið, það er bara hafið sjálft. Þetta er ekki lengur. En þetta er auðvitað vandamál, það get ég alveg sagt og staðið við og jafnvel og þú. Þetta er það sem við erum búin að búa til sjálf. Umbúðavæðingin minn kæri, hún er hluti af þessu, hún er þetta. Við fyllum tunnur við dyrnar hjá okkur, við húsin okkar og þetta er að lágmarki, já þetta er tæmt hálfsmánaðarlega vikulega fyrir eftir í svona ágangin á þessar tunnur og þetta er endalaust. Og hvað er í þessum tunnum? Það er alls konar bréf og papparusl og matarafgangar og leifar alls konar. Umbúðir, allir oppi þessar sorpsi ekki umbúðir utan af einhverju sem við verið að kaupa. Þetta er allt saman sem við höfum verið að búa til sjálf. Og núna stöndum við frammi fyrir því að, já, við tölum vá í sambandi við þetta. Og þetta er stórkostlegt vandamál því við veitum ekkert hvað við höfum að gera við þetta. Ef við brennum þessu, þá segjum við að við séum að búa til einhver vandamál upp í himingeimnum, eða fyrir ofan okkur í það sem að, ég man ekki hvað þetta heitir, það var nú eitt áhyggjuefnið, ósonlagið, já. Nú talar enginn um ósonlagið. En við sem erum yngri en eldri fyrirgefið, við munum stöðugu umræðu ósonlagið. Og það var bara eins og þá, menn höfðu alveg stórkostlegar áhyggjur af þessu ósonlagi. Ef við myndum ekki laga þetta ósongat sem væri komið ósonlagið, þá er þetta bara búið. En núna talar enginn um þetta ósonlag og það er enginn sem ykkur auðvitað vita það hvort þið gat á því eða ekki, en maður hefur ekkert heyrt neitt um það. En þetta voru upp undir daglega fréttir og þetta voru ekkert sjálfsheyrðari fréttir heldur bara hamfara línunir í dag. En hvað gerðist? Við erum ennþá hér og við erum ennþá að framleiða. Við erum ennþá að búa til hluti. Við erum ennþá að pakka þeim inn í kassa og bréf og selja. Og það er gerð átök í að selja meira til að framleiða meira. Og ef við framleiðum ekki nóg og seljum ekki nóg, þá er hætta sem steðjar að því að starfsfólki okkar er ógnað því að svo geti farið, seljist ekki nóg að firmað verði lagt niður. Og eftir standa kannski 1000 manna atvinnulausir. Þetta er endalaust eitthvað svona sem við erum að fá. Finnst okkur þetta hressandi? Mér finnst það ekki, nei, en þetta er eitt af því sem er í dag. Þess vegna má rödd drottins aldrei vera hjáróma.
Hún verður að berast með þessu. Því að Drottinn hefur ekkert breytt sér. Það sem hann sagði það er. Og hann segir, ég mun vel fyrir sjá. Og hvað er hann að segja? Komið til mín. Og ég mun veita þér hvíld. Hvíld frá hverju? Til að mynda öllu þessum áhyggjum og spám og því sem á að gerast einhvern tímann í framtíðinni. Hvernig lögum við þetta? Ég, segðu þetta með mér, ég ætla að haga mér vel í dag. Ég ætla ekki að bruðla neitt í dag. Ég ætla að fara vel með það sem mér er treyst fyrir í dag. Ég. Einn skiptir ekki svo miklu máli en hann skiptir máli eins og alltaf. En ef ein þjóð tekur þetta upp hjá sér, erum við þá ekki að horfa á eitthvað allt annað umhverfi? Við sjáum að þetta kannski fyrir suma er algjörlega út í hött tal, en það er nú ekki meira út í hött en svo. Ef einn gata, þá geta aðrir það líka. Allt er þetta vinnandi vegur. Og þess vegna er það svo rangt ef ég og þú og við erum með þann málflutning að vera á þeirri bylgju sem kallar bara fram ótta angist þjóða. Það er til leið, það er til von. Þessi von heitir eins og alltaf Jesús. Hann er vonin okkar. Hann er það sem ég og þú sem eigum Jesú í hjart okkar ber að tala kynna. Já, kynna. Er þetta ekki merkilegt að við skulum þurfa að tala kynningu á Jesú Kristi? Hver veit það ekki að hann fæddist fyrir 2000 árum? Hver veit það ekki að hann reis upp samkvæmt bókstafnum? Annað er hvort hann trúi þessu eða ekki. Ég er ekki svo eini sem trúi því að hann hafi reisið upp frá dauðum. Ég er ekki svo eini sem að trúi því og veit og hefur lifað með honum sem hinum uppreisna Jesú. Hvað er hópurinn stór? Sem trúir þessu eins og ég. Hann er stærri en þú hyggur, minn kæri. En hvað er allt þetta fólk? Og akkur heyrist ekki röddin í gegnum þessa hrópum endalok sem við vitum að verður ekki? Hvar er röddin okkar inn í þessu kraðaki sem býr til allar þennan ótta og allar þessar áhyggjur og svefnlausar nætur hjá fólki bara vegna ótta það sem er að koma? Þetta hefur gengið með fólki. Við vorum áðan að tala ósonlagið og þú sjálfsagt manst eftir ósonlaginu og umræðinu ósonlagið fyrir kannski 30-40 árum. En þú hefur ekki heyrt þetta orð óson í áratugi núna. Og við erum hér enn að soga okkur súrefnið sem heldur í okkur lífinu. Nei, vinir, þetta er ekki að verða búið. Og ég fullyrði að þetta er ekki spá út í bláinn. Ég segi, ég treysti Jesú. Og ég finnst það gott að treysta honum og þurfi ekki að vera undir þessu álagi ótta og skelfingar eitthvað sem ég veit ekkert Ég skal bara viðurkenni það. En ég þekki Jesú. Ég þekki orðið hans og veit hvað hann hefur sagt. Og ég trúi því sem hann hefur sagt. Já, Pílatus spurði hvað er sannleikur og þú kannski hefur spurt þessar spurningar líka. En ég segi, Jesús er sannleikur. Með öðrum orðum, sannleikurinn hefur stigið fram. Annað er síðan hvort ég og þú og við veitum honum athygli,
hlustum eftir röddan. En þeir sem það gera hafa eignast trú og þetta fólk er hólpið fólk og það er, hygg ég, allavega er ég laus við það, allar áhyggjur allt þetta. Ég segi, Biblían talar svona og þetta á eftir að koma fram og ég segi, þetta er ekki að vera búið. Er þetta ekki huggun að heyra þetta? Fyrir marga, jú, er þetta huggun. Og við erum að segja sannleikan, það er að segja ef við trúum að orð Guðs sé að segja okkur sannleikan. Ég trúi því. Og ég mun aldrei hvika frá þeirri trú. Ég veit að svona er þetta. Og er þetta ekki bara gott? Það er líklega 1000 sinnum betra heldur en að eiga hverja nóttin eftir annar í andvöku, illa sofin, mæta þreyttu til vinnu vegna þess að við erum að leyfa, fréttunum að dæla yfir okkur einhverju sem eru bara tilgátur, sem eru bara spádómar, sem er einhver reikni líkan sem að kemst að þessari niðurstöðu. Þetta er ekki búið. Að þið sá sem skóp, hann lifir. Hann er með áætlun. Ég veit ekki hvenær endar, hvenær kemst það á enda. Hann veit það. En hann segir við mig, Konráð, treystu mér í dag. Og ég segi, já drottinn, ég vil treysta þér í dag. Ég ætla að treysta þér í dag. Við sjáum að með þessari yfirlýsingu erum við komin á annan stað og drottinn er að bjóða þér að vera á þessum stað. Já, hann heitir Jesús. Ég veit að þú hefur heyrt þetta orð, en hann heitir Jesús. Já, sumir treysta ekki Jesú. Ég segi við það fólk, ef þú treystir ekki Jesú, þá spyr ég, hverjum treystir þú? Ætli þú getur ekki talið upp á fingrum annarra handar ef þú getur talið nokkurn upp. Vantraust er löstur. Traust er styrkur. Þannig er maðurinn uppbyggður, hann þarf að treysta. Af hverju treystir hann ekki? Það er að mörgum ástæðum. Ein ástæðan er að hann er að leggja sitt allt of mikið á annað fólk. Til að mynda reiknimeisturunum. Svo komast að því að þetta verður svona eftir 50, 60, 70 ár og svo framvegis. Í hinu orðinu segir sami sérfræðingur að við vitum ekki hvað dagurum ber í skauti sínu. En þeir treysta sér til þess að reikna fram í tíman, áratugi fram í tíman og varpa þetta fram og við þessar tekið eins og einhverjum óskeikulum sannleika. Á þá ekkert að reikna svona út. Mér varðar raun ekkert það hvað menn telja rétt í þessum málum og ég veit að líka alveg sama hvað ég myndi segja að fólk myndi halda þessu áfram hvort þið er. En ég segi, treystum Jesú. Hlustum eftir röddu hans, því hann er verður. Þetta er það sem við getum gert, þetta er það sem við eigum að gera og ættum að vilja að gera, vegna þess að við getum farið þessa leið ef við viljum það. En ég rétt upp hendi, ég þarf að vilja þetta sjálfur. Ég drottinn, ég vill ganga þína leið, ég vill hlusta eftir þínu orði og ég vill treysta þér. Þess vegna hef ég ekki áhyggjur af því sem er að gerast út í heimi. Ég auðvitað vildi að heimurinn væri bara góður og yndislegur og allt saman það. Hann er það nú stundum en því miður ekki alltaf.
vegna þess að við erum ekki í lagi sjálf, þá er þetta svona. Hvað segum við svona boðskap? Við vorum að tala það áðan, að við höfum sjálf búið svo hnúta að þetta umbúða samfélag er í gangi núna. Hver annar? Við vildum setja þetta í fallegar umbúðu fyrir fallegu augun okkar til að glepja þau og gleðja. Og við förum með pakkan undir hendinni og tökum utan af vörunni það sem er inn í þessum umbúðum. Umbúðuna fara út í tönnu. Og sorpstöðurnar eru að kikna undan þessu. Svo fyrir utan það að þá vita menn strangt til tekið ekkert hvernig þeir eiga að snúa sér í þessu sorpi. Því þetta er út allt. Við vorum að tala það og þú manst eflaust eftir því að þú ert á svipuðu reiki og ég, að í eina tíð þá var þessu bara styrtað í sjóinn. Í eina tíð voru klóaklagnirnar runnu þær út bara í fjöruborðinu og þess vegna réttið enda bryggju sem að bátar komu að og lönduðu afla sínum upp á. Þar var allt krökkt í kvikindu sem að skriðu þar og nýttu sér það sem út úr þessu rör kom. Fyrir fram að þessu rör komu fiskar sem líka nýttu sér það sem út úr þessu rör kom. En þetta er ekki lengur svona. Þannig að við erum búin að gera alveg fullt af góðum hlutum. Við hins vegar, við hreinsum þetta í dag og svo skólum við þessu út fyrir stórströmslínu ykkur þar sem þetta best ekki að landi heldur fer til hafs eftir einhverjum straumaleiðum. Og við munum halda áfram að betur bæta það sem við höfum klikkað á til þess að gera umhverfið betra. Ég tek undir þetta og ég styð þetta en allt sé að verða búið. Nei, það er ekki að verða búið. Það tekur trúin mín undir og ég veit að hún segir mér sannleika. Orð Guðs er til þess að taka á þessum hlutum, þessum áhyggjuvaldandi þáttum sem að við erum að gleypa í okkur hver mann og þeirra. En Drottinn segir hlustið frekar á mína rödd. Og hvað segir hann? Það sem hann hefur alltaf sagt, komið til mín og ég mun veita yður frið. Þetta er verkefnins trúaða manns. Það er að tala þessa rödd, leyfa þessa rödd að heyra og segja, hei, það gengur annað ríki með þessu heimsríki. Það sem öll ringulreiðin er. Þetta ríki, þetta sem heitir Guðsríki, er stabílt ríki. Og þetta ríki, segir Drottinn, gengur ekki á grunn. Það breytir sér ekki. Það er það sem það segist vera. Stöðugt. Nákvæmlega þetta þarf maður stöðuleika. En við erum alltaf að búa til stöðuleika. Þetta er stuttastund þá er stöðuleikin farin að ríða á fótunum. Og eftir einhver tíma þá komum við aftur fram með einhvað sem heitir stöðuleiki. Og svona hefur gangurinn í þessu verið. Að þegar við ráðum ekki við allt. Allavega eru við komið svo langt í þekkingunni að við strangt til tekið viðurkennum þennan brest og þennan veikleika mannkins. Hann ræður ekki við þetta. Hvað er þá eftir? Það sem við erum að tala hér. Hann heitir Jesús. Hann snýr ónaf svo mörgu í mínu lífi. Og ég
þegar búið er að snúa ofan að mér nokkra hringi, þá er ég komið með báðar fætur og jörðina. Og ég sé að ég get óskup litlu áorkað. En ég get áorkað miklu í Jesú nafni, þá að því sem hann vill að komi fram. Sem sagt, trúað maður deyr sjálfum sér, deyr eigin hyggjuviti, eigin skoðunum. Og hann fer að bera það fram sem orð Guðs er að tala um. Þetta er viska. Þetta er viska í verki, minn kæri vinur. En, ef ég ekki að segja þetta gott, og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.